Já, í gær var haldinn þessi mikli þjóðfundur í Laugardalshöll og við reyndar kynntum það hér í síðasta þætti að við myndum segja frá niðurstöðum hans og við ætlum að standa við það. Þeir eru hérna Bjarni Snæbjörn Jónsson og Þorgils Völundarsson og þeir eru svona með niðurstöðunar, það sem kom út úr þessu og þetta við bara að heppnast nokkuð vel hjá okkur. Já, jú, það heppnaðist mjög vel. Gríðarlega ánægð með niðurstöðuna og þátttökuna. Sérstaklega hvað margir komu utan á landi. Mjög ánægilegt. Fólk skila sér það líka, já. Virkilega vel. Já. Eruð þið ekki bara renni í þetta? Þið eru með þetta svona samandregið hérna hjá okkur. Já. Já. Það er sem sagt, ef við skoðum hérna fyrsta grafið, þá sjáum við sem sagt kynjahlutfallið að af skráðum þáttökendum þá voru 47% konur og karlar 53% sem er mjög góð skipting með þá niðurstöðu sem að þeim hópum sem við köllum inn, þannig við erum mjög ánægð með það. Svo ef við fyrir að skoða hérna aldursskiptinguna, að þá sjáum við að það er besta mætingin í fólki sem er á miðjum aldri, sem að segja. Já. Þannig að ungt fólk, við hefðum kannski viljað fá betri þáttöku frá þeim hópi. Þannig að það hefði verið gaman, við reyndum til dæmis að höfða til þessa hóps aðeins meira, en það er kannski vonandi þá að gögnin þegar við fyrir að kynna þau, að við getum fengið betri þáttöku ungs fólks með því að kynna gögnin á spennandi hátt sem við kannski sýnum aðeins hérna eftir. Ok, já. Svo ef við kannski fyrir minna aðeins neðar, að þá sjáum við hérna skiptinguna á landinu. Og það sem er mjög skemmtilegt að sjá er að það var mjög góð mæting af utan á landi eins og ég sagði áðan. Og sérstaklega sem sagt við áttum vona á kannski 150-180 manns utan á landi, en við erum komið þarna vel yfir 200. Þannig að svo mæting er bara framar öllum björtustu vonum. Já. En sem sagt, þetta er sem sagt mætingin, en hvernig vinnið þið svo þetta var unnið í umræðuhópum? Já. Og þá raunverulega vinnum við, þetta var í 3 köflum. Fyrst byrjuðum við að ræða gildin, þau gildi sem að landsmenn eða sem að fólk vildi sjá helst og við settum það síðan upp eins og sett á þau orð sem oftast komu fyrir og völdum þau 3 orð sem oftast komu fyrir en að sjálfsögðu var allt skráð, öll orð sem að komu fram voru skráð og þarna komu fram heiðarleiki, virðing, jafnrétti og síðan fylgdi þarna réttlæti, kærleikur og ábyrgð. Þetta eru svona þessi orð sem oftast komu. En heiðarleikin er fyrirferðarmestur? Já, heiðarleikin er fyrirferðarmestur og það skapast af því sjálfsagt að fólk telur að það sé svona áhersla sem að þurfi að leggja sérstaklega núna. Já. Það er ofarlega í huga. Það er kannski eftir þessa kreppu að þá einhvern veginn er það sem að stendur fólki næst. Já, ég reikna að það er alveg greinilegt. Já, mjög sterk krafa heiðarleika. Já. Það kannski er skemmtilegt við að samræði formið á fundinum var þannig að í upphafi fengu allir miða og gátu skrifa sín einstu gildi og lagt það fram og kynntað. Svo voru farnir nokkrir hringir og fólk fekk nokkrar umræður til þess að koma fram, kannski skipta skoðun eða leggja fram miða. Svo kaus að endanum úr öllum þeim fjölda miða sem var á borðinu hvaða vildi leggja fram sem borð. Þannig að frá hverju borði voru dregnar fram 3 helstu gildin sem að fólk valdi saman á hverju borði. Svo er þetta tekið saman úr öllum salnum og úr þessu kemur þessi niðurstaða. Þannig að þá liggur svona umræða á bakvið þessi ákvörðun. Nú síðan héldum við áfram raunverulega í öðrum kaflanum að ræða svona þætti í framtíðarsýn og þá vorum við að tala raunverulega allt samfélagið og þar út úr því komu síðan svona ákveðin mynstur, ákveðin flokkar sem að við völdum til nánari umræðu og þarna sjáum við að þessa helstu flokkar við aldrei með sama hætti að hversu mikið vægi þeir fengu, hversu oft þeir komið fyrir. Og við ræddum síðan nánar þessa tilteknu flokka sem þarna eru tilteknu, það eru 9 menntamál, atvinnulíf, jafnrétti, fjölskylduna, umhverfismál, stjórnsýslu, velferð, sjálfbærni og síðan var einn flokkur sem að þarna er kallaður annað en við breyttum nafninu síðar og kallum það tækifæri. Sem var raunverulega önnur atriði, svona eitthvað nýtt, einhver ný hugsun og þess að þar. En þess mentamálinu eru þarna mjög fyrirferðarmikil. Þau eru mjög fyrirferðarmikil. Mentamál, atvinnulíf og velferð og umhverfismál voru svona fyrirferðarmestu flokkarnir í þessu.
Og kannski mjög áhugavert líka að sjá sjálfbærni svo ofarlega á lista. Þetta hugtak sem erfitt að skilgreina og þegar fara að ræða sjálfbærni þá á fólk erfitt með að komast að sameiginlegri niðurstöðum hvað það er. Þannig að ég get rétt ímyndað mér að það hefur verið líflegar umræður á þeim borðum þar sem sérstaklega þetta hugtak komi upp. Ok, við valda þessu fram. Já, og síðan sem sagt höldum við áfram og ræðum einstaka þætti, einstaka flokka og allan tíman erum við að vinna með þessar hugmyndir sem koma fram framtíðarsýnina, þá hluti sem eiga að einkenna framtíðarsýn, eða framtíðin réttar sagt, og þá koma út úr því, þarna sjáum við dæmi setningar sem að koma fram og síðan unnið úr því með sama hætti hversum oft mismunandi orð komið fram en í lokina þá vorum við raunverulega með svona áherslur á bak við hvern flokk eða hvert svona þema eins og við kölluðum og síðan svona með sama hætti setti fólk fram ákveðna framtíðarsýn hvert fyrir sig, framtíðarsýn fyrir menntun og það kom í raun og veru 162 útgáfur af þessum setningum en þær voru samt sem áður, þær voru flokkaðar saman með sama hætti og við gerðum með gildin, þannig að við gátum séð svona út úr þessu svona megin þættina. Mjög gaman að sjá það, þá gátum við séð raunverulega þessa heildarmynd. Þannig að þetta var sem sagt umræðin sem var í sjálfu sér sko mjög málefnaleg, það fólk var í mikilli einlægni að finna leiðina, við getum sagt svo, og skilgreina áttirnar. Og ég held að þarna sé mikill fjársjóður sem að hægt að vinna úr áfram. Við munum setja þetta allt inn í opinn gagnagrunn. Þetta flokkað eftir búsetu, aldri, aldursflokki og kyni, þannig að það hægt að skoða þetta þannig. Og síðan auðvitað markmiðið að sem flestir nýti þennan grunn til þess að taka umræðan áfram. Því að auðvitað þarf hún að halda áfram. Þetta bara svona verið að þetta eru fræin sem þarf að sá og hlúa að. Stjórnmálamennirnir mættu þarna nokkuð? Já, það gerðu það og þarna var auðvitað hluti af þessu dæmi var, mjög mikilvæg hluti var að þarna komu og þeim var boðið fulltrúar sem sagt svona samtaka og ráðandi afla og það var auðvitað gert til þess að fá tengingu umræðunar við þá sem að hafa í hendi sér að sumleyti að móta stefnu hina ýmsu stoða í samfélagsins. Þannig og svo að hinuleitinu vorum við með almenning, eða fulltrúa almennings, til þess að meðal annars að hver og einn myndi breyta eða hugsa málin í sínu ranni. Þetta mjög fallega hluti sem að koma þarna upp, svona fallega orðaðar hugmyndir fyrirmyndar samfélag. Já, það vantar ekki. Og auðvitað stóra máli í þessu það, sko, hvað þýða þessar setningar í raun, sko, og það er umræðan sem er eftir. Hvernig ætlum við að láta þetta vera veruleika? Það ekki einfalt í sjálfsögðu. Það svona vonir og þrár sem að birtast þarna í þessu. Akkurat, en það sem kannski mikilvægt við þetta, þarna erum við komið með hugmyndir fólks, hugmyndir þjóðarinnar hvert við viljum stefna í sameiningu og þá svona þessi umræða á að leiða til þess að fólk geti haft eitthvað vegvísi inn í framtíðina, vita hvert það vilji stefna saman og þá það náttúrulega byggt á því hvernig unnið úr þessum niðurstöðum. Það náttúrulega getur hver og einn lesi úr þessum niðurstöðum á sinn hátt, það að lesa úr þeim á svartsinnan og bjartsinnan hátt til jafns. Þannig að það verður mjög spennandi á næstunni að fylgjast með því hvað fólk gerir við gögnin og hvernig við vill vinna með þau. En ætlið að halda áfram þessu starfi eitthvað leitið það? Við teljum okkar hlutverki í þessu er lokið sem slíku, það að segja að við höfum staðið fyrir þessu, við höfum aflað þessara upplýsinga og gert þar sýnilegar. En við höfum jafnframt vonir og væntingar það að í baklandinu, við getum sagt sem svo, að þar verði að setja eða skipuleggja áframhaldandi umræðu. Hvort að við komum beint að því, það efast ég en samt sem áður þó þannig að reyna að tryggja það að það séu aðeins núti sem vilji taka þessi mál upp á sína arma. Þetta er fínt. Takk fyrir Bjarni og Þorgils. Takk.